Þetta eru 165 lið í ár, hafa aldrei verið fleiri og eftir að telja endanlega saman heildarfjölda keppenda þeir eru sannlega milli 850 til 900 pluss. Hver er lykillinn að halda svona stórt mót? Það er fyrst og fremst bara sjálfboðaliða starf. Það er náttúrulega bara gríðarlegur fjöldi sem leggur hönd á plóg og margir sem leggja mikið á sig til að þetta mót verða veruleika. Það þarf að manna ýmislegt, það er dómgæsla og mótstjórn og sjoppa og í hvað og hvað. Það er margt sem þetta þýnist allt saman til. Hvað er það sem við erum að uppskera eftir svona partí? Fyrst og fremst er þetta alltaf samkeppni í félaginu. Þannig að hjálpast allir iðkendur og foreldrar og við að halda einn viðburð og ég myndi segja þetta þjappi öllum hópum saman og auðvitað er þetta frábært tækifæri fyrir krakkar okkar að fá að spila. Þetta er okkar stærsti viðburður á hverju ári. Þetta er bara helgina þáttur af starfinu. Það er andlit hrunamanna í margar ára og hérna ertu með Selfoss. Hvernig gengur starfið á Selfossi? Þetta er allt á uppleið, gengur ljómandi eins og sést. Mikil fjölgun og það er frábært að fá svona mót til að einmitt byrja fyrstu skrefin. Þessi stuttu mót eins og postmóti eru mjög hentug upp á einmitt þetta að koma að taka að fá að leiki en þau læra alveg helling á þessu og kannski möguleiki fyrir fleiri þegar kostar minna og annað. Jæja Siggi, ég er með eina snögga handa þér. Já. Þetta er postmót númer hvað hjá þér? Ég veit ekki, 15 eða eitthvað. Hvað eru það mörg? Ég held að ég sé bara búin að vera öllum postmótum. Þannig að þú varst bara rétt 15 ára þegar þú tókst þátt í þessu fyrsta? Já, bara svona 12 ára eitthvað slið sko. Umgjörðin er rosa flott núna og greinilega fólk búið að leggja mikið á sig hérna í mikilli vinnu við að koma sér á koppinn. Aldrei verið svona margir vellir hérna í Smáranum. Rosalega flott og gengið mjög vel. Hver er ástæðan fyrir að menn að taka þátt í þessu aftur og aftur? Hvað er það skyldan sem kallar eða? Þetta er bara skemmtilegt. Það er bara, þetta gefur, það er bara gleðin og svoleiðis. Heyrðu, þið eru í grænu, þið hljótið að vera blikar, það bara hlýtur að vera. Nei, við erum Þór. Já, þessin eru græn röndóttir. Já. Þannig að þið eru frá Þorlákshöfn. Já. Hvernig gengur? Vel. Eru þið búin að vinna alla leikina? Fyrsta leikinn og það er ekki neitt annar. Eru þið bara búin að spila einn? Já. Hvað eru þið margir í liði? Við erum 5. Hvað heitir þjálfarinn ykkar? Nei, Siggi og Helgi er í dag. Siggi og Helgi er í dag. Ok. Eru þeir góðir? Já. Með hverjum haldið þið svo í körfu? Körfu? Þór Þorláksson. Auðvitað. Hver er bestur í meistaraflokki karla? Meistaraflokki karla? Mér finnst Grétar. Hann er svolítið sterkur. Já. Hvaða stöðu spilið? Við erum ekki eiginlega búin að ákveða það, við spilum bara eitthvað stað. Er það þið eru svo ungir? Já. Hvað eru þið gamlir? 8. Ég er 9 og hann er 8. Ok, takk fyrir spjallið, strákar. Ekkert mál.
Og hvað heitir liðið ykkar? Hver er bestur í körfu upp á Hellu? Almar og Heiða. En hvaða stelpa er best? Allar. En hver er bestur í meistaraflokkinum hérna upp frá? Þeir eru nú svolítið segir. Aldi. Já, það er pabbi mjög sko.